Komið sæl og verið velkomin í podcast þátt Kopp.is. Þátturinn aðeins með breyttu sniði í dag, það nú bara vegna forfall á síðustu metrunum hjá meðlimum, þannig að við erum bara tveir á línunni í dag, ég og Magnús. Sæll og blessaðinur. Blessaðina minn, þetta verður öðruvísi? Nei, þetta bara fínt, því náttúrulega, samkvæmt mælingum höfum við fengið svo lítið að tala þessu þáttum þannig. Það nákvæmlega. Það nú bara græjum við þetta í nokkra klukkutíma, þetta bara tveir. Já, þetta verður sem sagt 8 bindi þessi þáttur. Herðu, þetta var ágætt helgi, við viljum ekki fara mikið dýpra í það heldur en það, en 1-1 jafntefli og 1-1 erum við ekki bara nokkuð gátir með það og þetta er náttúrulega eitt skemmtilegasta jafntefli tímabilsins, svona fyrir hlutlaus allavega. Jú, ég held að bara við náttúrulega, ég myndi að fara í gegnum leikinn, ég held að það sé náttúrulega klárt mál og hreint að þetta voru sanginn úrslit, sko, svona heilt yfir, við förum örugglega í gegnum atvikin hérna, en ég meina, þetta var flottur fótboltaleikur, 2 góðra fótboltaleiða og mér fannst liðið okkar sína margt gott og einstaklega gaman og við ástæðilega þér í dag að við þurfum bara tveir að ræða svolítið með Emre Can sem heldur betur að stíga upp og þetta er frábæran leik og það var mjög jákvætt. Ég var svektur með aðra leikmenn kannski á móti en mér fannst bara lúkkið á liðinu vera bara gott og það er svo sem jákvætt að það gerist fleiri en einn leik í einu, það er sérst að við erum alltaf búin að núna að ná þarna 3 leikjum sem að við erum bara nokkuð með ásættanlega úrslit og erum á alltaf verið róli heldur við kannski vorum fyrir þann kafla. Þannig ég held að þó við getum, við erum að fara í gegnum leikinn og fara yfir svekkelsi eða kannski það ekki stólið öllum stigunum, en þá var stig á 1-1 bara flottur árangur. Við erum náttúrulega líka svolítið lítið tekið inn í umræðuna, þetta er náttúrulega eitt besta lið í deildinni og þessi heimavöllur þeir eru ekki tappa mörgum stigum, annars sko að þannig sé, þeir eru að tappa einu leik og gera 6 jafntefli sem eru kannski ívið meira heldur en þeir hefðu vilja sko, en það er, eins og segið, það er eitt lið að fara þaðan með öll stigin, þannig að ég held að við líka að taka það inn í myndina og bara þessa sóknarlínu hjá þeim. Ég heyrði einhvers staðar áfyllt rapp í dag að þetta var líka þessum leik við boxbarda í Rokkvikmynd, mér fannst það ansi góð samlíking út af því að þetta var svona non-stop, það var bara skiptust bara á að hafa yfirhöndina og svo bara árás alveg út í eitt, en talandi árásir, ég var kannski að fara þessi yfir, sko, mér finnst nú náttúrulega á vendipunktur svolítið í leiknum, það sem böggaði mig mest eftir leik og yfir leiknum sjálfum, það er brot á 22. mínútu, það er eiginlega ekki hægt að hafa nær dómar, nú ert þú nú með dómaraprófið, hvernig útskýrir bara fyrir svona leikmanni eins og mér, hvernig í anskotan jæja túri hangir hann á vellinum? Ég veit ekki, á maður eitthvað að vera að ergja sig á því, ég held að Hefur gif myndband af þessu? Já, ég hef gert það og það er alveg klárt mál að ég er alveg sannfærður það að í hálfleik hefði ef að Michael Oliver hefði séð framistöðu sinni í fyrri hálfleik og þetta er náttúrulega bara fyrsta atriðið, auðvitað það stærsta, ég er alveg klár á því, þetta er stærsta atriðið, jæja, kannski sitt í... Þetta er eiginlega bara eitt af því. Já, klárlega, það er rennandi blautur völlur, það er búið að vera einhverja tæklingar áður og hann gerir bara mistök, hann greinilega einhvern veginn ákveður það að Túri hafi einhvern veginn sennilega væri rökin í kollinu þegar hann gefur bara gullspjaldi það, hann er ekki að fara inn í þetta á hættulegan hátt, en það er bara vitlaust, þetta er bara púra rautt spjald eins og þið geta orðið, það er alveg sama hver það hefur verið í bransanum sem hefur verið að tjá sig, það er allir sammáluð, þarna átti Jæja Túri að fá rautt spjald eftir 22 mínútur sem hefur alltaf orðið allt annað leikurinn, en það er alveg klárt. Útskýring... Það saman við næsta brot 2 mínútur seinna, sko, þá gefur manni ekki gegn þetta og alltaf orðið stjörnu vitlaust eða það gerir, sko. Já, en alveg á hreinu að útskýringin hjá honum það sem að verður ástæðan fyrir því hann skellir upp gulu þarna frekar rauðu myndi ég halda að það væri eitthvað svona pæling í blautur völlur hörkuleikur, allar ekki að reka mann út á þessu mómentin, þetta var bara mistök, þetta er púra rautt spjald allan daginn. Ég vil lettu diplómaður. Já, þetta er bara slæm mistök, það er alveg klárt mál og hann gerir fleiri mistök í fyrri hálfleik, alveg klárt. Alveg klárt, við förum inn í mér veist, menn er eitthvað að reyna að segja það að það hafi verið lítil snerting hjá Otamendi á manni, það var alltaf bara klárt víti, að maðurinn er á þannig ferð að þessi snerting sem er inn í teig er púra víti, alveg klárt. Og þá...
afnema þessa þrefaldur refsingu, eða hvernig er það? Já, sko, þrefaldur refsingin svolítið erfið með það og kannski hefði fengið gullspjald þar, ég veit ekki hvort hann hefði fengið raut, en þetta var klárlega víti og það aftur á móti það sem metið það hvort að menn að ræna upplöðu marktæki eða hafa verið að spila boltanum, þannig að þú þarf svolítið vilja í það var raut, þannig að sennilega hefði, sko, eins og segi, að mínu viti þá hefði sést eftir þetta hvað, ég man ekki á hvaða mínútu þetta var með manni, en eftir einhvern rúman hálftíma hefði staðan kannski átti að vera 1-0 fyrir okkur því að Milner klikkar ekki víti og Túr er komin út af með raut, sko, þannig að þetta eru klárlega atvik sem að skipta heilmiklu máli og ég alveg pottþéttur á því að Oliver settist ekkert glaður niður eftir leikinn eða þegar kvöldið þegar hann fór ef hann horfði á atvikinn og var ánægður með sig því að mínu viti, þú veist, þetta var ekkert rosalega gróf tækling en snertingin í teiknum á þessum stað, jafn lítil og hún og hvort sem hún alvarlega viljandi ekki, þá var þetta alltaf víti. Ja, mitt mat þannig, alveg klart. Og það kannski það sem mér finnst að það kemur þarna upp líka moment, svo sem að sumir hafa, ég kannski ekki alveg náð að sjá þetta, hvort þú náð að kíkja almennilega á það er þetta Wijnaldum moment sem var talað líka. Já, ég hef ekkert náð að grannskoða, en það var eitt af þessum vafadrið sem var svo mörg vafadrið sem leika, þetta var nú eiginlega ekkert, það var bara sleppt helmingnum að því, sko, sem kannski allt í lagi, við erum kannski að horfa á mikið í pyrra okkur á dómgæslu eftir svona leik, sko, ég veit það ekki. Við náttúrulega líka svo sleppum við alveg á móti þarna rétt fyrir hálfleik, sko, þegar þetta er náttúrulega bara eitt af færum tímabilsins þangað til að Lallana fekk sitt færi, sko, Störling og Fernandinho í fyrstu sín leit þetta rosa lítið út, sko, en svo náttúrulega bara sjáum við að þetta er bara brot og hann svona reyndun að vera stiplu og hægt Milner í viðtalið eftir leik, sko, en það náttúrulega eitt vafadrið líka sem ég finnst hann ekki hitta á í þessum leik, sko, að dómaratríu. Nei, algjörlega sammála því, en það aftur á móti það því að ég lenti í smá Twitter umræðu þarna, þú veist, ég fer samt ekki dóðan á því að sko viljinn í Milner að fara inn í þessa hluti þarna og henda sér þessa tæklingu finnst mér náttúrulega aðdáunarverður. Mér fannst það bara, veist, ok, þetta er brot eftir á þegar maður er búin að sjá þetta í replayinu og þar sér líka á gifmyndum að náttúrulega dómarinn á mjög erfitt með að sjá það. Sennilega nú sko 50 dómarinn á endalínunni og það sé það svona einhver árið eða eitthvað sjónvarpsdómari en bara, þú veist, Milner hann er 5 metri fyrir aftan Störling þegar hann fattar það og tekur bara straugið og bara hendir sér inn í aðstæðurnar, þannig að mér fannst það virkilega vel gert í honum þó svo að það svo verið brot, sko. Það er alveg eins og Otamendi, sko, William var svo flottur í honum, það er pirrandi fyrir því, sko. Já, nákvæmlega, algjörlega sammála því, þannig að það eru 3 lykilatvik sem að vídeódómari, ég er sannfærður að vídeódómari í þessum leik hefði breytt einhverju, en þú veist, Höddi Max segir það og að mistök sé partur af leiknum og þá verðum við kannski bara grípa þau, það var ansi súrt í hálfleik að vesnast því. Komið svolítið óvart að Sky velti sér upp svona þessu atviki svona mikið, sko. Völdu sér það og vildur þetta meina sem að gæti nú kannski að verið að ég man ekki hvort það var ekki Klavan sem hélt að gera þegar sendingin kemur inn í, þá vildu ég meina það var í víti og svo var þetta víti, en þeir fóru ekkert í það að velta upp það sem mér fannst stóru mistökin vera þetta brot á Yaya Touré og kannski var það vegna Súnes var að lýsa og hafði örugglega þetta verið ekki raut, sko. Þannig að það var svolítið skrítið. Hann veit ekki það, ég samt, sko, eftir svona leiki, við erum að sjá þetta eftir náttúrulega í hvern einasta leik, þar sem það eru komið sjónarhorn, sko, 36 sjónarhorn á hverju broti og við erum að fá analæsingar og svo það vídeo að dómari í settinu að analæsa þetta og svoleiðis. Þá er náttúrulega bara fáránlegt að vera ekki með vídeo og dómgæslu líka í boði á þessum leikjum út, þetta er náttúrulega bara orðið allt annað leikur sem við erum að horfa á heldur en dómarinn fær sjónarhorn á, sko. Þú veist, þó að þessi partur af leiknum þá er þetta bara allt of stór partur og allt of leiðilegur og pirrandi partur af leiknum. Finnst mér orðið þegar munurinn er orðið svona mikill á því sem við fáum að sjá og því sem dómarinn er farið að sjá. Þeir veitir ekkert að hjálpa og við erum líka, ég held að sé alveg búið að útfæra það er ekkert mál að dæma svona atvik út frá vídeóupptöku, sko, á engum tíma, á jafn litlum tíma ef ekki minni tíma heldur að tekur að, sko, veifa mönnum í burtu sem er að raula yfir dómgæslunni sammála. Hvort með sem hún er, sko, þannig að ég skil ekki hvernig þetta ég skil það ekki lengur. Ég var uppálega ekkert sérstaklega hrifinn af vídeódómgæslu og sérstaklega ef þetta er ekki sami leikur og til dæmis hér á landi, en ef vídeódómgæsla væri hér á landi þá náttúrulega sjónarhornið ekki nema, sko, einhverjar 4 kamerur gilur eða eitthvað þannig, það er ekki næstíð sama sjónarhorn við erum að horfa í þessum leikjum, sko. Þannig að og ég er alveg hjartalega sammála við þessu og þetta er náttúrulega eitthvað sem er, ég veit ekki alveg hvernig sko, því auðvitað hljóta menn að vera einhvern veginn að svona velta fyrir sér hvernig þeir geta dregið úr svona momentum eins og þessu klaufalega dæmið þarna í Asíu þar sem að
hvað liði ykkur 3 mínútur frá því að var brot þangað til dómari dæmdi víti, þannig að þetta þurfum menn að vera með það á ykkur hreinu. Ég held að það sé nákvæmlega þú segir, þú veist að ég var að horfa á körfuboltaleik hérna í Breiðholtinu á laugardaginn þar sem að stór lykil ákvörðun sem að reyndar svo skipti ekki máli að lokum og það tók einhverja 30 sekúndur fyrir dómarann að hlaupa út af til þess að sjá rétta útfærslu á ákvörðun hlut sem var í gangi þar og þá, í leikjum eins og þessum þar sem þetta mikið undir, þá bara neita ég að trúa öðru því að bara alveg upptökustjórar og svona það væri konum með einhver moment til þess að geta bara kallað inn á bara 10 sekúndum setna hvernig það í gangi og alveg svo sérstaklega svona moment eins og hjá Jæja Túri, þú ert bara með mann í eyrun á þér sem að segja, þetta rautt spjald, klárt og bara málið látið sko og ég bara, þú veist, að því að það er svo gaman að þetta verið stundum verða umræðum það með ekki breyta þessu, ég meina þegar ég var að spila fótbolta og var markmaður, þá mátti gefa aftur á mig frá miðju og ég man eftir því að maður var yfir og 10 mínútur eftir, allir ég hef ekki fengið svona 50 sendingar tilbaka og tók svona nógan tíma og þú sparkaði hann svo helst eins langt og var hægt að gera og svo bara næst með gátu og þá sendur tilbaka og maður beið þannig lengur að koma í sig og þetta er bara sami parturinn að breytingin á leiknum þarf bara einhvern veginn að fylgja því að menn geti náð þess miklu út úr honum að hægt er sko. Þannig að ég held að það, ég held að sé bara spurning um tíma, það er náttúrulega marklínutæknin er búin að sanna sig skiluru klárlega og bara mun ríða sér til rúms í öllum deildum heimsins og við verum meiri sem komin heldur í Íslandi eftir einhver ár og ég held að þetta sé bara næsta skrefið og menn útfæri það á einhvern hátt og setji þá sérstakann vídeódómara eins og er bara í mörgum öðrum íþróttum og ég held að fyrir okkur sem erum að horfa allan á þessa deildur og meistaradeildina þá verður þetta ekkert einhverjar 15-20 mínútna stopp í leiknum heldur, ég held ekki, það er ekki mitt mat allavega sko. Það er þá líka bara ekkert máli í þessum leik, ég held að þetta flýti leiknum sko ef eitthvað er, því að það er bara vafatriði nánast í geta dottið út og þá er ekkert, það þarf engar reikistefnir kringum dómarann og það er þetta flýta leiknum á svo marga aðra vegu líka, til dæmis setja tímaklukku á stað þegar kemur að föstum leikatriðum eitthvað svona sko sem er náttúrulega bara fáránlegt núna hvað er oft stopp leikurinn sko, við vorum að horfa á Burnley daginn sem byrjuðu strax í byrjun leiks að það fór hálf mínúta í hvert innkast sko. Og fastlega, en herðu, við komum kannski aðeins út af línu, seinni hálfleikurinn sem leik var nú, allavega mörkin voru þar, það var nú bara helt áfram þessi veisla, við erum bara að horfa þarna 2 lið sem eru enga með búin að taka varnarleikin í gegn, það var vita fyrir leika rennandi blötu völlur en æðislega aðstæður fyrir að spila í örugglega sko. Svona skemmtilegt af vellinum en við byrjum flott í seinni hálfleik, þetta var flott innkoma hjá okkar mönnum þar, það var svona okkar besti kafli í rauninu, ég held að við varum að fara að sigla yfir það þar. Það er klart og það var fyrsta korterið í seinni hálfleik var bara rosalega vel útfært, mér fannst fyrri hálfleikurinn góður, svo kemur þetta fyrsta korterið í seinni hálfleik og það var bara ofboðslega flott flæði í leiknum og við bara hefðum náttúrulega sjálfsögt að klára það dæmi bara á þeim tímapunkti og þeim partí að menn voru bara slikk og flottir og þú veist það var þarna leikmenn í fyrra sem mér varst kannski ekki alveg á réttu róli, mér varst Klavan búin erfitt og Vínaldum sérstaklega en þeir stigu heldur betur upp og bara heilt yfir bara flott moment í liðinu, kannski utan veit sem við kannski ræðum á eftir, þá var bara allar bestu hliðar sem að þeir eiga að geta sýnt sem að var, bara að nýta kannski þessi færi sem við fengum. Vítið sem við fáum, einhvern var að reyna það var ekki víti, 100% víti, frábær sending hjá Kahn innfyrir, bara virkilega flott það var ekki bara það að hann væri að spila varnarleikin vel, það var náttúrulega í rauninni stóðsendingu í marki, frábæra sendingu sem að sko klára og Milner náttúrulega bara virðist ekki klikka og það er bara kannski svekkelsi þetta sé þegar maður er komin yfir í leiknum að klára ekki leikinn og það er augljóst hvar við viljum hafa klára leikinn og svo vissulega kannski fengur sitt í séns þarna í uppbótartíma til þess að vinna og sín megin en það er jafn svekkjandi kannski að hafa ekki nýtt en það flotta korter því að það var auðvitað kannski það sem að viðtalið hjá Guardiola sýndi að menn voru ekkit endilega með fullt af sjálfstrausti kannski í sitt sko en það þegar þeir jafna þetta með mjög flottu marki að þá einhvern veginn svona virtust þeir á móti svona ná að einhverju svona momentum sem við áttum kannski erfitt með svona inn á milli sko. Hvað var hann að drekka fyrir þetta viðtal Guardiola? Já, skrítið maður. Þetta var stór undarlegt, hann virkar rosalega
skrítin í þessum bara viðtölum yfir höfuð, venjulega alveg draugfull og núna var þetta bara hans protest moment bara á ferlinum, sko. Já, nákvæmlega. Ekki maður tækja neitt mark á því, sko, en róum okkur í ruglinu hérna í viðtölum, sko. Algjörlega sammála og bara, þú veist, og einmitt, sko, svo gæti hann einhvern veginn ekkert einhvern veginn rökstutta, mér finnst gott sem Klopp var spurður og Klopp einhvern veginn reyna að bera svona höndur höfuð á hann og segja, já, ég veit svo mikið hvað að segja, ég meina, þeir eru meira emotional spánir en ég, og ég meina, hans beinlinni sagði það að klúbburinn væri bara verið rúst, menn ekki tala saman síðan á miðvikudagskvöldið, eitthvað svona della sem að bara, eins og ég segi eins og þú, mér fannst þetta mjög skrítið og ef ég væri, þú veist, sitt í aðdándi, þá myndi ég svolítið hrista hausinn yfir honum, bara, veitu, hvað er hann að rabba, sko? Já, þetta er náttúrulega líka bara, við höfum ekkert, þekkjum þetta ekkert frá hans stjóratíð, maður veit ekki hvað hann var að segja á þessu planum, kannski er þetta bara normal, sko. Alls ekki, sko. En það var rosalega pirrandi, ég er að verða vitlaus á því þegar við fáum á okkur. Sök sé að sitt í skori í þessum leik og þetta var flott mark hjá þeim og allt það. Þeir hérna reyndar varnarvinnan hjá okkur eins og venjulega var ekkert æðislega, en ég tók saman bara litla tölfræði, ég veit ekki hvað við höfum oft hérna fengið á okkur að misniðu fórustu á þessu tímabili, það er eitthvað hræðilegt, sko, en tók bara saman, sko, víti, þrjú af þessum vítum sem Milner hefur skorað úr, það var alltaf verið að tala við höfum aldrei tapað leik og eitthvað svoleiðis, hann hefur skorað gegn Tottenham, United og City núna og allt leikir sem enda 1-1 með mörkum held ég á lokakaflanum í, þetta er svo pirrandi rándýr 6 stig sem við erum að missa og þetta er bara svona lítið dæmi hvað við erum að gera trekk á tímabili en hérna er eitthvað, þú veist það, er þetta ekki bara meira spurningum góðan sóknarleiki á sitt í þessu tilviki heldur en oftast áður með að við heldur en að sko hengja varnarmennina? Jú, ég meina þú veist það er bara, þetta er, þú veist það er ekki spurninga, það er hægt að segja þarna að gefa sendingin á miðjunni, ég man ekki hver það var sem að gefur það svæði eftir. Karrake fór að tala þú veist, og fór að draga upp sem er alveg rétt, þú veist að Milner var of nálægt hafsendunum þannig að hann þurfti að vera lengi að komast út það var of langt á milli hafsendana þannig að Agüero gat skotið sér á milli en á móti þarna, þú veist, það er frábær sending út af væng, ég man ekki hvort að De Bruyne tekur eina snertingu og hann sendir inn í, hann heitir á pinpoint sendingu beint inn í hættusvæði og Agüero mættur á það að klára þetta í fjær, þú getur alveg, þú veist, auðvitað getur með öll mörk eru mistök, ég meina, þú veist, vítið sem við fáum kemur alltaf út af því að hérna, hann klísir rennur á raskatið og hleypur tilbaka og dundrar fyrir mín og niður en þú veist, ég sá ekki það að menn var eitthvað að tína það upp þannig að það þýðir ekkert að velta sér upp úr því öllu, ég hef verið svektari það var mjög lélegu varnarleikur einmitt í uppbótartímanum þar sem að gera dúndaranum hann yfir, það leit ekki vel út, þá voru menn Freyta komin í menn, já, komið svolítið óvart ég skildi ekki alveg fyrst hann setti Lucas inn á út af hver hann ítti Kahn fram á völlinn komið svolítið óvart að, þú veist, Lucas kemur inn og ég sagði með mér ok, nú ætlar hann að bara láta Lucas hlaupa hann fyrir framan Kahn en Lucas svissaði við Kahn og var djúpur mér fannst hann eiga erfitt þessar 6 mínútur sem hann fékk að spila og einmitt í því mómenti þá er Lucas allt og langt á sínu manni sem að tekur nógan tíma og snýr sig við og leggur hann ákveð guð sem neglir hann inn í sko þannig að það var ágætt, þar var að mínu viti miklu veikari varnarleikur sem að ég bölvaði og ragnaði í endursýningunni en þá dundraði að gera boltanum yfir markið sko þannig að þú veist, þetta er bara eins og ég segi það, þá er alveg að reynu að sko þetta mark ef við ætlum að refla við þessu marki þá getum við bara verið að refla held í flestum þetta var bara flott útvart sókn það var alltaf eins og þeir fóru yfir, ég meina þessi náttúrulega gæjar sem voru þarna í sjálfi sér var Jæja Túri settur það að spila varnarmiðjumann en svo líka voru hinir 5 bara 100% sóknar, menn þeir Silva náttúrulega sóknar var svo með Sane, með Sterling, De Bruyne og Agüero, þetta er enga smá uppæð sem liggja í þessari sóknarlínu sem hérna mót okkur sko, þannig að það var alltaf vitað að það var svolítil pressa á okkur og við höfum ekki haldið hreinu sínu, veit ekki hvenar í vetur, þannig að við vorum í rauninni kannski ótrúlega nálægt í með við hvað vorum að spila við sko, þannig að ég held bara eins og heilt yfir að þetta hafi bara verið góður leikur, en ég deilið skoðunina alveg með það að það er ofsalega pirrandi að einmitt í leikjum á móti þessum liðum ef við hefðum haldið út einhverja 2 þessara 3 leikja sem við komumst yfir og með City, Spurs og United þetta útivelli, þú veist, og værum þá með 4 stig viðbót og við varum ekki með öll 6, þá værum við náttúrulega bara allt öðrum stað, þannig að þú veist, það er svolítið þannig og þetta er kannski núna, eins og þetta lítur út núna, þá er svolítið Chelsea og Tottenham að stinga svolítið af, sko,
Þannig að þetta verður hörkukeppni þessara fjögurra liða sem eru fyrir neðan þau tvö þessi tvölausu sæti og það var nú heldur betur flott ef við hefðum verið búin að vinna þessi 4 hvað þá 6 í leikjum sem við erum komnir yfir og eigum kannski að klára allavega einhvern af þeim, klart mál. Já, þetta svona 6 stiga leikirnir sko, allt saman. Já. Hérna, það er ekki að... Ekkert mál, ég ætla bara að svo eftir leikinn hefur náttúrulega verið umræða þessi Coutinho umræða, þannig að spurning hvað finnst þér það, eigum við að velta því fyrir okkur að fara að bekkja hann? Ég var á því í þessum leik, sko, seinni hálfleik sérstaklega. Mér fannst það alveg vera þáttakandi í þessari góðu byrjun á seinni hálfleik og mér fannst liðið sóknarlega vera nokkuð beitt. Hann er greinilega eitthvað að. Hann er búinn að vera alveg afskaplega dapur og mér fannst hann í fyrri hálfleik vera alls ekki með. En svona kaflinn áður en hann var tekinn út af, hitt en miss svolítið, en þá fannst mér hann ekkert afleitur. Hann skapar hann eitt ágætis færi á Firmino sem hann kemst í gegn en bara nýtir ekki og við erum með ágætis tök á miðjunni og mér fannst Liverpool rauninni missa smá dampið þegar Coutinho fer á miðjunni og Ríki kemur inn á kantinn og við förum eitthvað að hrófla þar við liðsstyrningunni. Hann var samt virkaði verulega þreyttur og ef við ætlum að bekkja Coutinho þá þarf svolítið að vita hvað er til í staðinn. Ég held að ef við höfum hann á bekknum og gengur illa leikjum þá erum við byrjuð á svona 20. mínútu að tala að fá hann inn á. en þú veist, ég held að sé bara ekki nóg til núna í staðinn fyrir. Ég veit ekki hvort ég vilji og Ríki þannig inn á kantinn í staðinn fyrir hann. Ég myndi þá helst vilja prófa það, hafa bara tvo fljóta en þetta er svolítið vandamál að verða hjá Klopp en mér fannst City leikurinn faktist ekki besta dæmi til að réttlæta að droppa Coutinho alveg úr liðinu til dæmis fyrir Everton-leikinn. Hvað finnst þér? Varstu alveg sjóðandi með hann þar? Nei, ég svo að deili þér, ég held bara að þetta er alltaf var rosalega tölfræði breyting frá því að hann kemur tilbaka, hann er verið búin að spila álíka margar mínútur, sýndist mér núna og fyrir meiðsli og ég held að sé mann rétt að það voru sko 6 mörk og 5 stoðsendingar fyrir meiðsli og 5 og svo 1 og 1 eftir og þú veist sendingahlutfall dottir niður, þú veist tapaði boltar fleiri, þannig að það er augljóst mál hann er ekki í formi en ég er alveg sammálaður því þú veist að í ídealískum heimi þá myndi ég vilja geta bekkjað en það er aftur á móti, það er ekkert margir aðrir kostir, kannski ef Henderson væri komin inn fyrir Everton-leikinn þannig að Henderson geti farið á miðjuna og hægt á að þrýsta Lallana fram á völlinn með Kane og Wijnaldum sko. Það er eitthvað svoleiðis sem maður velti fyrir sér en hann var náttúrulega í sammála þeirra, mér fannst hann í fyrri hálfleik var svona það var skárra, reyndar fannst mér að vera mjög fljótur að dala, mér fannst fyrsti hálftími líta nokkuð vel út og svo síðasta korter í fyrri þá fór þetta að vera svona þrengra og erfiðara og svo í seinni hálfleik bara mætti hann ekki og þegar maður var að les Twitter. Fannst þér að hann voru á þessu góða kafla á Liverpool? Sko mér fannst hann vera þar sko reyndar náttúrulega er það ekki hann sem að stingur inn fyrir mínu sem leggur hann svo Lallana, það var helviti flott sending, það var moment sem mér varst mjög flott í því, þar til dæmis tvisvar þá rúlar segir fyrir Tomkins að tala það sko að Klopp hafi algjörlega mist sig í því þegar hann var að tapa boltanum, hann náði ekki að pressa tilbaka og var búinn að lenti þarna í mínu viti 2 mómentum þar sem hann tapar boltanum í illa og vondum stað sem var þrælerfitt, þannig að svo er það auðvitað bara þannig að þú veist nákvæmlega svo þú sagðir áðan, þetta er alltaf gaur sem að hann er svo fullur af hæfileikum sko, að þú veist að maður er ekkert glaður, þú veist nákvæmlega við myndum sjá Ríki inn á eða Woodburn settur á kantinn með Coutinho á bekknum og eitthvað var ekki að fara að ganga, þá er maður farin að arga eftir honum strax, en það er alveg mér finnst það orðið svona valið umræða hvort að hugsanlega hann gæti verið þreyttur eða hvort að þeir eru eftir eitthvað að velta honum upp í eitthvað smá tíma hvernig það er gert að koma honum þá fyrir sko. Þetta er 3. eða 4. tímabili núna í röð þar sem að hann er afskaplega óstöðugur, hann er að lenda í meiðslum á öllum tímabilum og virkar rosalega lengi tilbaka held í flestum af þessum tilfellum á öllum þessum tímabilum og þetta er bara, núna er hann 25 ára, hann á að fara að taka þetta skref ef hann ætlar að vera sem heimsklassa, þú veist, hann er
er ekki að ná að stíga þetta skref, allavega ekki ennþá eins og við erum að sjá. Við vorum fyrir áramóta miðan við Sanchez og Hazard og eitthvað þessa kappa. Hann var að spila bara í þeim klassa, hann var að spila frábæra sóknarleik, sérstaklega og bara frábæra í sinni stöðu. En við getum ekki verið að flokka hann í þeim hópi. Og til dæmis sem okkar besti leikmann þá bara mínum að Mane léttilega komin fram yfir hann, sko. En svo alltaf Firmino, það nú alls ég öflug tölfræði sem þú tókst Firmino, sem ég held að sé nú verðt að skoða að hann kom mér óvart. Já, ég tók það saman með Firmino, hann það svo mikið pirra sig á því, hann ekki að skora mörk í þessum leikjum, hann að setja ég man ekki hvað þetta 10-11 mörk á þessu tímabili sem náttúrulega ekkert nóg fyrir strækjar. Það hjálpar ekkert að hann tekur ekki víti, það komið 7 víti hjá Milner á þessu tímabili. Firmino hefur fiskað 3 þeirra sem náttúrulega töluvert en af strækjar sem hefur spilað 15, hvað að tala 15 leik eða fleira bara í allri Evrópu, þetta svolítið áhugaverð tölfræði yfir alla strækjara í Evrópu sem hafa spilað flestar sendingar, hann fyrsta sæti þar, hann búinn að skapa flest færi af öllum, fyrsta sæti þar, hann er 10. hæstu hvað stoðsendingar var hann með 57 hvað mörk var þar, tæklingar hann í fyrsta sæti, sprettir það í fyrsta sæti og held ég hann hlaupi mikið, held að sé fyrsta sæti þar, hann í fyrsta sæti á ansi mörgum stöðum þó að mörkin hafi ekki verið að skila sér, þá þetta náttúrulega ótrúlegt hvað hann skapar óbúðslega mikinn tíma fyrir félagann og bara glundur og hann er út allan vítateig og að skapa alveg hellingstíma sem við erum að sjá, það er ekkert alveg tilvíðin þegar hann inn á þá skora liðið allt í heilt töluvert af mörkum út af því hann með náttúrulega bara, og við þurfum bara að dæla fleiri fljótum mönnum í kringum hann og með hraða þá undir þeim komið að nýta sér þessa vinnu sem Firmino að leggja og hann náttúrulega hefur gæðin þar fyrir utan. Þessi sending á Lallana var frábær sem að Lallana reyndar klikkar en það er ekki hægt að saka hann það heldur rauninni, sko. Það sem þetta kom mér á óvart, ég viðurkenni það, sérstaklega þegar það komið tackles og chances og passes, skilurðu, þetta er svona tölfræði sem kallar á sendir í 4-4-2 því að svo er hann ekki nógu góður að klára, sko. Þannig að ef hann í besta sæti í færum sem hann fær, sko, og skorar í 57. sæti yfir mörg skoruð, þá var þetta svona einhvern veginn drauma sendir fyrir einhverja markamaskinu til þess að vinna með og það ekki bara eitthvað sem við erum kannski pínlítið búin að vera að kalla eftir. Ég er ekkert viss það að ef við værum með einhverja þessa típu sem við kannski talaðum með svo Lewandowski, værum við ekki bara að sjá hann vera að vinna í kringum einhvern svoleiðis gaur því að það er náttúrulega eins og við svo sem talaðum reglu gegnum veturinn að Bobby Firmino náttúrulega, hann hefur einhvern veginn allt sem maður vill sjá og bara hann Luis Garcia og styrum tæknilega og hefur einhvern veginn allt en það er bara það sem ég fer ekki ofan af að það er erfitt að vera með þetta góðan leikmann sem þetta, hvað sé ég, bara hann fekk náttúrulega færi til þess að klára þarna líka hann Caballero verð frá honum þarna einnig gegn, sko, þannig að sko ef hann væri sko hvað sé, ef hann væri bara stöðu klárið, þá getur hann gert alveg ógeðslega flott mörk, svo hann skoraði frá vítateigslínunni móti Crystal Palace, skilur mig, ógeðslega vel klárað, hann er verið að taka þrönga stöður, hann svo einhvern veginn svo á móti, þá klikkar hann líka á dauðafærum. Ég einhvern veginn, mér finnst einmitt líka þessi tölfræði bara sína það, þú veist, bara svona markamaskinu strækjar, svona eitthvað svona tröll og jaxl, myndi elska að vera með svona mann í kringu sig. Ég held samt svona til framtíðar þá sé það alltaf planið hjá Klopp, hvort sem það verði Origi sem þróast í það störri sem náttúrulega ekki þessi leikmaður. Ég finnst mjög líklegt að hann reyna að kaupa slíkan leikmann í sumar, hvort sem það einhver sprengja svona, ég ætti Mane hafa 2 svoleiðis fljótaði eða 3 eða þá eitthvað svona búa til eitthvað svona Lewandowski típu. Hann var hjá Dortmund allavega með alltaf strækara sem að 20-30 marka strækara sem að hann alltaf hefur ekki hjá okkur og fyrir mínu geta alveg orðið 20 marka maður en ég sé ekki mikið meira þá og ég held að kannski hans hlutur það er þessa tölfræði sem við verðum að horfa í, þetta er ástæðan fyrir það fyrir mínu og að spila alltaf þessi leiki þó að til dæmis Origi væri kannski búin að skora meira en hann ef hann bara spila jafn mikið, sko. En liðið myndi líða alveg töluvert fyrir það, held ég alveg klárlega og
við fyrir þetta tímabili sumar, þá vorum við vissum ekki hvernig við varum að fara inn í tímabili hvað strækari var. Við vorum bara að horfa í störrið og vonaði besta með hann, sko, og svo værum við Origi og Ings svona með, sko. Hann var alltaf fyrir okkur fyrir aftan á. Já. Ég held að það sé framtíðin hjá honum ennþá. Já. Ef við komum okkur kannski aðeins út í bara svona örstutt eftir þennan leik, maður leiksins hjá okkur, var það ekki augljóst í þessum leik? Mér að segja Sigursteinn sendi með skilaboð fyrir þá. Þú komst ekki, já. Jú, ég held það. Ég komið mjög óvart að Skye valdi sæti á Mane, það var ekki sammála. Þú talar um það áðan, ef að Henderson kæmi inn, og við vorum að tala um að Coutinho út, að Henderson færi það aftast og við myndum íta þeim upp. Ég ekki bara kanún undan í þessum leik og jafnvel síðustu tveimur þar á undan. Hann ekki bara að gefa honum möguleikann á því að henda Henderson í sína stöðu fyrir framann frekar og hafa kanún? Alveg mögulegt. Ég meina við Sigursteinnum höfum klárlega verið þeir sem hefur verið búin að fá, eins og ég sagði, ég bara búin að stilla sokkunum upp fyrir leikina núna, þess að geta japlað á þeim þegar Kann byrjar að vinna. En það náttúrulega, mér fannst það sem mér fannst vera í þessum leik vegna þess að þarna var hann bara að spila á móti heimsklassa leikmönnum og það með allir virðingu fyrir Burnley og þeim leikmönnum sem voru þar og þú veist, Arsenal-leikurinn er kannski líka fínt, en þarna var hann bara með alvöru test, hann þurfti að verjast og hann lagði heilmikið fram, þannig að bara kútos til þín og Klopp fyrir að halda áfram að treysta þessum gaur. Auðvitað geti það verið, ég fer ennþá ekki dóna því að Henderson sé klárlega maður sem að gæti verið gaman að fá fram á völlinn vegna þess hversu ógeðslega góður hann er að pressa. Hann er fínn skotmaður og þegar hann var hjá Sunderland var hann heilmikil markamaskína. Hjá Liverpool hefur hann verið hafður mjög aftarlega á miðjuspilinu og þurfti að vinna kannski á öðrum stað heldur en hann kannski myndi vilja vera að gera. Þannig að þú veist, það er alveg viðbúið að það væri bara alveg hægt að leggja þetta svona upp og stúrt að segja ef Kann heldur þessari vegferð sinni áfram og með við það að Henderson sé að við farið á það og þeir ætla að fara núna í aðra spánaræfingarferð með ungumennina, að þú veist þá Henderson kannski klár, þá getum við alveg séð og þá prófa þetta því að mér fannst Kann sanna mjög margt í þessum leik og ég virkilega vona að hann sé alveg klár í slaginn að halda svona áfram því þá auðvitað náttúrulega er þetta leikmaður sem að okkur hefur í rauninni alla dreymt sko. Ég held það líka hvað þetta var að það myndi nýtast pressunum mikið betur að hafa Henderson fyrir framann heldur en Kann, hann er miklu meiri yfirferð á honum held ég sko. Klárlega. Og betri þannig vartanleika að gera sko. Klárlega. Herðu, bara örstutt þinn mann, hann er komin á topp 5-10 leikjahæstum með innkomin sinni í dag, erum við ekki... Takk fyrir það, það verið fyrir okkur Lúkasarmennina og alltaf gott að heyra eitthvað jákvæmt. Ég er ekki sem að fara mikið ofar en það reyndar en það er allavega... Nei. Það er ágætt hann sem komin inn á þennan lista. Já. Þjónu liðinu vel. Og hann alveg klárlega og bara eins og sé, það er bara, hef ég mann rétt sko, að þá var hann farin að vera mjög nálagt í að vera komin í topp 5 yfir erlendu leikmennina sem hafa spilað fyrir félagið og þú veist, hann náttúrulega búin að það er náttúrulega dálítið magnað að hann skuli búin að vera hjá öllum þessum stjórum, hann er búin að vera hjá 5 framkvæmdastjórum og ég held að fyrir utan Rafa, þá held ég kannski í öllum tilvikum hafi við mjög fljótlega að tala um það að hann væri á leiðinni í burtu og bara í öllum tilvikum einhvern veginn þar, ég held að allir nema Dalglish var aldrei að tala um þetta, tala um að Hodgson alltaf að selja hann og Rodgers hefur búin að samþykkja tilboð og hætti við og Klopp gerði það líka, þannig að saga þessa stráks hjá þessu félagi er alltaf býsna skondin sko, þannig að það er alveg bara gott að sé komið þangað inn sko. Já, hann var svolítið óhuppið með tímasetningu. Já. Herðu, það er komið að bölvuðu landsleikjahléi, það er engin leikur næstu helgi. Mér finnst það nú ílega, þegar við erum ekki að spila í Evrópu, þá ætti nú ílega ekki að vera lífilegt að vera með landsleikjahléi. Já. Við ráðum þess ekki. Hvernig er þetta slæmt hjá okkur? Vorum við eitthvað búin að taka það saman? Já, það ekki. Það er töluvert af flakki. Það eru allavega Suður-Ameríkumennarnir fara í Eru þeir báðir í hóp eða? Já, þeir eru held ég báðir í hóp. Þannig að það sé klárt. Og það sem er náttúrulega sko, ævintýrið kannski sem er í þessu það, ég skil ekki alveg að þessi lið sem eru í þessu
bara, mér finnst það eiginlega bara ljótt að vera búið að setja upp einhverja vináttuleiki á þessum tímapunkti. Þú veist, við getum svo sem kannski grenja minna út af okkar leikmönnum en lið sem eru kannski á kafi í Evrópukeppni, eða þú veist, eins og Englendingarnir ákveða að taka vináttuleik, já, gegn Þjóðverjum, það sérstaklega vel ákveðið, skilurðu, að bara, já, bestu að hendi eitt vináttuleik hérna bara 20. eitthvað mars, rétt áður en að Evrópukeppnindar halda áfram og loka parturinn á tímabilinu. Og belgar toppa þetta með því að ákveða að skella sér til Rússlands í kuldan, sko, þeim náttúrulega eitthvað grín, þannig að það alveg klárt mál að menn ekkert á góðum staði þar, og svo náttúrulega kannski toppurinn á ævintýrinu það að Senegal að fara að spila á heimavelli Barnet, sko. Þannig að þetta er einhverjir hlutir sem ég bara skil ekki, hvað menn að setja upp einhvern vináttuleik, sko. Það þó skárra heldur en það sé ekki að fara til, það ekki ferðalög þó lengra heldur til Englands. En það sem mér finnst náttúrulega afskaplega sérstakt, það er þetta val á Woodburn hjá Wales. Ég er að ergja mig á því, ég leyfi mér að pirra mig á því að mér er alveg skítsama hvað Coleman segir, hann velur hann þarna til þess að spila hann einhverja mínútur til þess að gera hann að Walesbúa, sko. En ég deili alveg skoðun Jürgen Klopp með það að félagið þarf að fá að vera með í slíkri ákvörðun og það er bara ekkert skynsamlegt fyrir strák sem er búinn að spila samtals einhverjar 32 mínútur í úrvalsdeildinni að fara að vera komin inn í eitthvað svona æfingahóp og fara að vinna það, sko. Er þetta ekki svolítið desperate bara hjá Wales? Reyndar eins og gerði með Wilson, sko, en hérna... En þá gátu þeir ekkert, sko. Þegar Wilson kemur þarna fyrir 2 árum að þá einhvern veginn voru þeir í lægð, búin að vera einhverju vesenni og stíga svo hratt og mikið upp frá því. En þú veist, við erum kannski í samastað, ég var óskaplega glaður að sjá það í landsliðshópinn okkar núna, fór til þess ekki Albert Guðmundsson, hinn ungi sem er núna úti í Hollandi, sko, að þú veist, við hefum alveg getað hent honum inn í einhvern hóp til þess að taka hann eitthvað svona, en mér finnst þetta bara, svo segir, desperat og hjá Velsferjum og bara ekki til þess fallið að glæðja mann, sko, því að þú veist, þetta er ennþá svo hrár leikmaður, sko. Nei, ég reyndi að skilja það smá leiti hjá þeim að taka hann í hóp til að tryggja hann út því að þetta er leikmaður held ég sem hefur alltaf berað til þess að verða alvöru landsliðsmaður og eitthvað sem England myndir örugglega kroppi ef hann heldur áfram að þróast eins og svona spár gerir ráð fyrir, en það er ótrúlegt, ég er alveg sammála því að það er ótrúlegt að gera þetta á þess að hringja svo mikið í þjálfarana, það er bara fáránlegt. Það er fáránlegt. Það getur vel verið að sé eitthvað þannig nefnbúða sem er öðru síðan. Það er samt svo sem flott að Wilson er líka kallar í hóp og þeir er engin þörf á því, þannig að greinlega tekið eftir því hvað hann er að gera í rauninu í skrítið svolítið finnst mér að hann fái ekkert sens, sérstaklega þeir eru vandræðum á vengjónum, sko, en ég sammála því, ég held bara einhvern veginn og það er svo sem alveg með fleiri þarna, ég hlakka mikið til að sjá hvort að Gómez og Grujic fara að fá einhverja mínútur, núlega Grujic búin að vera að spila núna með 21 og 23 og þeir báðir, Gómez spilaði sko 120 mínútur núna á, hvað var það, sunnudaginn? Hann fyrir landsleik líka núna. Já, var það? 21 landsleik var það? Hann fór í eitthvað landsliðsverkefni, sýndist mér. Já, ok. Ég með þetta hérna, sko, þetta lítur ekkert sérstaklega út hjá okkur, sko. Coutinho og Firmino, þeir eiga leik sko, miðvikudagsnóttina, einhvers staðar í Sao Paulo. Klein og Lallana verða í Litána miðvikudaginn. Minnulega og Ríki þeir verða í Sochi í Rússlandi. Klavan er í Króatíu, það er kannski alltaf leið. Mane er góður, Wijnaldum, hann er í Ítalíu og Kahn verður í Azerbaijan. Hvað er þetta? Já, þannig, og það er ekki, er Everton hádegisleikur? Hvernig var þetta aftur? Já, er ekki hádegisleikur á laugardegi? Ég held að það sé hádegisleikur á laugardegi. Andskotin. Ef ég man það rétt maður, þá sérðu það. Ég hef ekki tekið út hvernig þetta er hjá þeim, sko. Þeir verða að lenda á Rússlandi þarna einhvern tímann á 50 degi og komin til Liverpool 50. kvöld eða 1. morgun, sko. Við skoðum þetta kannski betur í næstu viku, hvernig hérna Klopp, hvaða möguleikann hefur hann, rest á hópnum er að fara til Tenerife núna og hann stillir eitthvað saman þar. Staðfest 12:30 á laugardaginn. Maður. Herðu, endum þetta aðeins á tökum aðeins umræðum hérna sem að held að flestir er að spá í núna fyrir þetta landsleikjahlé, Maggi. Já. Hvað þurfum við til að ná topp 4 í ár? Hvað dugar, heldur þú? Já, þetta sveiflar svo maður. Það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega ekki nema sko 9 leikir eftir og hérna ég held að United og Arsenal bæði sko 11 leiki eftir, sko.
Þannig að þetta eru Við erum í 7. sæti ef að þau vinna sína leiki, það bara staðreynd. basically við gætum verið ofar Arsenal á markatölu en við erum þar og það sem er náttúrulega bara málið núna að við erum á þeim staðnum að við erum engan innbyrðisleik eftir við þessi lið fyrir ofan okkur. Þau eiga eftir að spila nokkur, ég ekki bara Manchester City, Chelsea, næsti leikur, ég held það, þetta er Chelsea, Manchester City og United á eftir leiki við City og ekki líka eftir seinni leikin við Arsenal. Þannig að innbyrðisleikir þessara hinna liða er eitthvað sem á að hjálpa okkur. Þannig að við verðum að mínu viti, náttúrulega það er algjört must að þessir 5 heimaleikir sem við fáum að þeir verði kláraðir, það eru þá 15 stig. Og þá ef þú komið 15 stig út úr heimaleikjunum sem út eftir, þá er komið upp í 71 sem myndi vanalega duga. En ég held að það dugi ekki, svo við þurfum að stela einhverjum, ég held að við þurfum alveg 20, upp undir 20 stig, eða 20, ef við tökum heimaleikina og segjum það við heimtum 15 stig út úr þeim, eigum að mínu viti að vinna alla þessa heimaleiki, fínt að jinxa það aðeins, að þá, þú veist, 1 sigur og 1 jafntefli úti sem gefur okkur 75 stig, það er bara það sem ég held að verða að vera markið sem menn setja á því. Ég held að það verði lágmarkskrafa fyrir meðstæðdeildi setja árum. Náttúrulega Arsenal virðast náttúrulega verið í frjálsu falli en þú veist Heldur að það haldi, þeir hafa náttúrulega verið það áður sko. Nákvæmlega og það það er engin tilvíðun að Wenger hefur endað í 4. sæti að lágmarki síðustu 15 árin sko. Þannig að hann hefur oft náð að kreista eitthvað út þegar hefur ekki litið vel út, skilur. Þetta reyndar á móti kemur, hefur þetta sjaldan litið svona illa út. Við getum alveg viðurkennt að hann á núna City í næstu umferð sem segir Arsenal City. Já. Það er svo Crystal Palace úti í þar næstu umferð. Það er samanlega, það geta alveg orðið vesen, við veit það ekki. Já, svo er reyndar Tottenham í síðasta leik. Nei, síðasta leik aprílmann. Þeir eiga alveg hellingsprógram eftir. Þeir hafa Manchester United, Tottenham og City, þeir eiga það allt eftir og Everton í lokaleik. Já, þá sérðu það sko, en sko bara ef maður væri ekki Liverpool aðdáandi, þá væri maður örugglega bara, já, Liverpool er búið að klára þetta, en við bara vitum það að þetta er bara því miður kannski þeir leikir sem við höfum verið að ströggla við núna í gegnum tíðina sko, að það er bara svolítið þannig að maður er einhvern veginn, og minna veturinn í vetur hefur heldur ekki sýnt það að við séum á þeim staðnum að geta verið alveg safe með það, en þú veist, það á að vera kostur fyrir okkur að við eigum þessi lið, þú veist, ekki eftir og þau eiga eftir innbyrðisleiki sem að er klárlega okkar plús. Ég meina, ég held að United Það tapar alltaf annað þeirra stigum að minnsta kosti. Nákvæmlega, sko, United áttur að spila við City, Chelsea og Arsenal, sko, þannig að það er alveg prógram eftir á þeim sem er þeim klárlega erfitt útileiki bæði við City og Arsenal, þannig að þú veist, það er bara mustið að klára heimaleikina, þá fara þau yfir 70 stigin og stela einhverjum 1-2 útileikjum, þá á þetta að vera nóg. Og minna auðvitað er það, af því að við erum, ég fer aldrei á því, maður heldur alltaf podcastum bara í þeim anda sem maður hefur verið og maður leyfir sér að trúa því núna að það sé möguleiki að komast í þessi 75 stig, en eins og þú spurðið mig hérna eftir ævintýrið í Leicester, þá hafði ég ekki endilega trúað því, þannig að þetta er ennþá bara svona sveiflukenndur staður, sko. Ég sá svolítið skemmtilega mynd, ég veit ekki hvað er að marka hana, það tekið svona tölfræði líka nefnir eða hvað stigafjöldi dugar, ég veit ekki hvort það sé út frá þessu tímabili held það sko, eða þá að þetta eru bara líkur já, núna sko, það talaði að 75 stig, 78% og allt yfir því ætti að duga sko, allt yfir 75 stig ætti að duga sem að er ekkert ógerlegt. Nei, menna, eins og segjum, Eitt jafntefli og 2 töp, veistu? Ég var alveg bara svona pínu deprimerað þetta fyrir einhvern tíma, en svo fór maður að sko, við erum bara, heimaleikirnir okkar eru sko Everton vissulega, svo er sko Bournemouth, svo er það Crystal Palace og það er Middlesbrough, ég man ekki hver, og Southampton, heimaleikir, þetta eru bara leikir sem við gerum bara kröfu og liðið að vinna, þá ertu komin með það með stigar sem fjölda sem við erum í núna, pluss þá þessi 5 heimaleikir, þá ertu komin yfir 70 stig, þannig að það eiga svo 4 útileiki til þess að ná sér í önnu 4-6 er bara mínu viti eðlileg krafa með þetta leikjaprógram sem er eftir og það eru auðvitað bara, við verðum auðvitað held ég að hugsa það þannig, við getum ekkert orðið sagtur og sagt okkur við að menn í rauninni koksa á því allavega, það er alveg klart mál við verðum að fara yfir 70 stigin og þá er nú stutt eftir til þess að ná upp, en á móti, þú veist, þá er maður ekkert endilega sko spenntur fyrir því að vera á einhverjum slag þegar við erum að fara til Vestham í næstsíðustu umferð og eigum svo
heimaleikur Middlesbrough og í fallbaráttu í síðasta leik, sko. Það er alveg svo margt inn í þessu sem að getur verið að ergja okkur, sko. Að svolítið eins og staðan er núna, þá ótrúlegt að segja, sko, þá virkar Arsenal í mestu vandræðunum. Það virðist vera bara, það er allt vitlaust á pöllunni höfum, þeir eru bara í full blown meltdown. Algjörlega. Það er ekkert bara Arsenal TV, þetta er bara nánast í allur herinn hjá þeim, sko. Og maður veit ekki með liðið, þetta er án og vera nógu sterkt lið, þetta er ekkert það mikið sterkara lið heldur en bara hinn topp 6 liðin eru með. Byrjunliðið þeim er ekkert það mikið betur en okkar, sko, er ekkert betur en okkar eftir það farið. Hérna, Manchester, maður veit ekki, þeir hafa bara verið á þannig siglingu núna bara í 4-5 mánuði. Ég hef alltaf verið nokkuð fastur á því að þeir náu þessum topp 4, en það er möguleiki að þetta bæði erfitt prógram hjá þeim eftir og svo eru þeir, held ég, eru þeir ekki bæði bikarkeppninu og Europa League? Þeir vinna Europa League, ef þú skoða það sem er eftir Europa League, það er bara stórstyr að þeir vinna það ekki, sko. Og þeir, ég er að fatta, þeir eru líka Tottenham með úti, þeir eru að segja Tottenham, þeir eru á Arsenal og City eftir úti og Chelsea heima. Þeir eru eftir að spila við öll liðin fyrir ofan sig nema okkur. Það er náttúrulega svakalegt prógram, ég vissi ekki að það væri Tottenham eftir. Þannig að það er náttúrulega ótrúlega mikið innbyrðisleikjum í rauninni eftir þarna fyrir ofan okkur, þannig að við eigum bara að sigla þetta dæmi okkar, sko. Já, en við erum Liverpool. Það liggur að því. Ég hef þessi stressa. Þetta er bara verið að reyna að taka okkur á taugum alltaf, sko. Tottenham, þeir eru verið án Harry Kane og þeir reyndar á þessu stigi núna eru þeir með 5 stigum meira heldur en sama stigi í fyrra sem er nokkuð gott hjá þeim, en þeir núna missa Kane út, er það ekki allt tímabilið og það geti alveg haft áhrif svona til lengra. Já, klálega. Og ætti að gera það öllu eðlu, þeir eru þetta verið frábæri, en til dæmis á síðast tímabilið þá líka alveg sprunguður á limunu, sko. Svipum tíma, það geti alveg gerst, maður veit ekki hvort þeir hafi þróast út frá því, en þetta City-lið, þeir eru ekkert að fara neitt, þeir verða í öðru sæti ef ekki. Já, ég held að þú veist, það var alltaf, sko að segja, maður gleðst aldrei yfir þessum ensku liðum endilega vera að fara eitthvað langt í meistaradeildinni, en á því litunni til hefði nú verið ágætt að City þið komist aðeins áfram, því að þú veist, þeirra fókus náttúrulega hlýtur núna, þú veist, það er náttúrulega alveg major risaslys hjá þeim að verða ekki í topp 4, en á móti þá svona sem virkaði einmitt svona, það var svolítið skrítið moment þarna í leiknum og viðtalið eftir á það kannski er meira kannski heldur maður skildi ætla, en ég held að það sé nákvæmlega þessi eltingaleikur sem við erum að horfa á er það að þetta sé svolítil keppni sæti 4 milli okkar United og Arsenal, sko, þó maður vonir það einmitt að meðsli á Kane eða svona einhver pirringur hjá City-liðinu geti einhvern veginn breytt þeirri stöðu, þá svona lítur það svolítið út þannig að við séum að eltast við United og Arsenal í þessum eltingaleik við síðasta sætið í meistaradeild, sko. Já, við erum líka bara komið 4-6 stigum og eftir þessum City og Tottenham eftir þegar alltaf bæði leik innbyrðis. Við gætum alveg verið að horfa í það að vera komið svolítið eftir þessum liðum eftir þegar Liverpool spila jafnt, sko, þannig að þetta er allt opið í sig. Það er svo sem þetta eru vangaveltur sögumur eftir að vera í bara út held ég út þetta tímabil. Myndi halda það. Þetta lítur ekkert afleitlega út, við getum orðað þannig. Já. Líka stigasöfnun þessi tímabili, það má nú ekki gleymast út að það hafi verið erfitt eftir áramót. Þetta er nú svona með því betra sem við höfum verið að vinna með á úrvalsdeildartímum, sko. Algjörlega, það er ekki spurning. Og ég meina, ástæðin sem við höfum kannski rætt hérna áður ástæðin fyrir pirringu hjá manni á tímabilinu er náttúrulega bara það að vera komin í svona frábæra stöðu fyrir áramót og missa hana svona hratt frá sér, sko. Það er pirringurinn, en ég meina, svo sem við höfum rætt hérna áður að við náttúrulega erum á þeim staðnum að ef við náum þessu sæti þá erum við bara held ég alveg sáttir við þetta tímabil, myndi ég segja. Já, ef við náum topp 4. Já. Engin spurning, við skálum fyrir því eitthvað staðar. Algjörlega. Ég er búinn að skrá mig held ég á bræðsluna með þér eitthvað, þannig að við bara tökum það er hérna spennandi kostur fyrir Austfirðinga að ná því. Ég get alveg lofað þeim því þeir sem eru að hlusta á okkur. Herðu, erum við ekki bara góðir í bili? Við náum léttilega 50 myndum á strákana, ég held að við hefum ekki bara halda þessu hér eftir. Já, og við bara þökkuðum samstarfið og bara vonum við finnist þér eitthvað gott að gera þriðjudagskvöldi. Herðu, ég þakka fyrir í kvöld, Maggi minn. Takk svo leiðis, minn.